Sælt fyrir fólkið og velkomin með mér í enn einn glettuþáttinn. Ætli það sé ekki það bil 2,5 ár frá því að fyrsti þátturinn fór í loftið og á þessum tíma höfum við framleitt nálagt því 100 þætti. Sumir þeirra hafa reyndar verið endurteknir þegar ég hef þurft að bregða mér í frí eða þegar ófært hefur verið austur, svo ég nefni nú nokkur dæmi. Við erum aðeins að stokka upp spilin að endurnýja samninga við sveitarfélög og fyrirtæki á Austurlandi sem hafa verið dugleg við að styðja við gerð þessara þátta og ég vona reyndar að það verði áfram. En á meðan við erum að endurnýja okkar samninga þá ætlum við að sýna ykkur nokkuð brot úr gömlum þáttum. Í dag ætla ég að helga þáttinn minningu hans Hallbjörns á Finnsstöðum sem nýlega genginn. Hann var bráðkvaddur á heimili sínu í fyrri viku 76 ára að aldri. Ég heimsótti Hallbjörn á sínum tíma í skemmurnar hans sem voru þá og eru eflaust enn fullar af allskyns gersemum sem að Hallbjörn hafði sankað að sér í gegnum tíðina og flest þessi tæki hafði Hallbjörn gert upp og komið í upprunalegt horf. Þarna var margt fróðlegt að sjá og við skulum ganga með Hallbirni gersemar hans í skemmunum á Finnsstöðum. Hér hver dýrgripurinn innan annan. Þetta af ýmsum árgerðum, sumt nýlegt og annað gamalt og annað mjög gamalt. Hér til dæmis gamli Ford eins og nýr úr kassanum. Og svo hér villisjeppi og annar villisjeppi eins konar pick-up bíl þar fyrir innan. Og hér húsráðandinn, Hallbjörn Jóhannsson. Hallbjörn, þarf ekki svolítið sérstaka menn til að sanka sér svona gömlum bílum? Jú, það held ég hljóti að vera. Þetta búið að safna í mörg ár maður. Það hefur engu verið hent og mikið safnað. Engu hent á Finnsstöðum? Nei, það engu hent sko. Og ekki minnst að kosti af þessum amerísku bílum. Það frekar að hinir fá að fara í gleppkistu svona. Eitthvað af þessum sem frá annarra þjóðar. Enskir bílar eru hérna líka. Ég á nú einn, það ómögulegt að sjá hann, ég á einn Austin vörubíl frá 1946. Og einhver sagði mér að það væri síðustu minjar kommunista frá Norðfirði. Nú, það ekkert annað? Nei, og það var Pöntunarfélag Alþýðu fékk hann nýjan. Og ég búinn að gera dálítið fyrir hann og dálítið mikið eftir. Það hérna gamli Ford við hliðina á okkur. Já. Þetta einn fyrsti bílinn sem þú gerðir upp? Já, af vörubílum. Nei, ég var búinn að gera marga bíla. Ég var búinn að gera marga bíla upp. Bæði jeppa og Volkswagen oft hér í gamla daga. Maður smíðaði sér bara bíla sjálfur. Manstu hvernig á því stóð á fékkst þessa dellu, svo má segja? Nei, en hér hefur alltaf verið bíl frá því að ég man eftir. Faðir minn kaupið bíl, fyrsta bílinn sinn 1937. Ég 39 módel, svoleiðis að ég man nú ekki það, en ég man samt mjög nálægt því að fyrst þegar ég man eftir það verið að halda á mér og sýna mér þegar var verið að snúa þennan bíl í gang. Þetta var Buick 25 módel og hann kominn á hjóli í Reykjavík hjá góðum kunningja mínu þar. Manstu kannski lyktina því að þá Já, ég man eftir því og lyktina að það slátur sérstök lykt þegar maður setur þessa bíla í gang. Að það ekki eins og þessi nýja lykt, bensínlykt. Þetta var náttúrulega þessi mótorar voru gerði fyrir miklu daufara bensín heldur en núna og ég man vel eftir því og sérstaklega þegar ég setti þennan bíl eða þessa vél í gang hérna að þá kom lyktin strax, þessi gamla góða. Hérna einn Willis líka, já, einn af þeim elstu. Já, þetta sennilega elsti Willis-jeppi eins og á landinu. Og það var svona þetta skella honum í gang? 1941, já, hann er alveg skoðaður? Alveg eins og nýr, já, hann er það.
Og svo er þetta gamall Ferguson þar fyrir aftan. Já, hann er 49, tengdafæður minn Jón Björnsson á Skeggjastöðum og Jökuldal, keypti hann nýjan 49. Við sjáum hann lítið en hann er með upprunalegu sláttuvélin og öllu á. Tilbúinn í sláttinn? Já, hann er það. Svo er þarna annar blár Willys við hliðina, svona frambyður, pikkurbíl. Þetta er svolítið sérstakt eintaka Willys. Já, ég held að þessir bílar hafi bara verið skráðir, ég held bara 18 svona bílar. Sem að, mér minnir Völundur segja mér það. Já. Það muni hafa verið. Það kom að vísa nokkri svona með á Keflavíkurflugvöll. Þá voru þeir aðeins öðruvísi, þeir voru með trépalla og aðeins lengri. En ef við eigum að komast yfir þetta allt saman, þetta er bara fyrsta skemman á þínu. Þetta eru kallaði leikskálar hér. Þetta eru leikskálar. En eigum við allar ekki að skoða traktorinn sem er á bakvið. Traktor með svolítið sérstöku byggingarlagi. Já. Pallurinn framan við stýrisætið. Já, hann var keyptur þessi traktor og var notaður fyrst við Lagarhljóðsbrúna þegar hún var byggð og steypunni var keyrt í stöflana á þessari vél og Einar bóndi Ekkjufells í Fellum keypti þessa vél og hún var notuð þar. Síðan var hún notuð heilmikið því að hún var notuð líka þegar að Verslunarfélag Austurlands byggði hér sláturhús og þá var hann notuð sem vambavél. Það er nú samt ekki verið gott að fara til dæmis í heiflutning á svona vél nema þá að bakka heim og Nei, þetta var notað hér. Ég kom af Seyðisfirði, þá var ég að koma, ætli það hafi ekki verið veturinn 65 að þá settum við verkstæði hér 2 reiðþingamenn og þá fór ég til Einars og bað hann að selja mér þessa vél og ég gerði hann upp og ég notaði hann nokkur ár hér eftir að ég byrjaði með búskap hér. En núna er hann eins og ný? Já, Svanur, sonur minn, hann bað mig þessi vél og hann mætti nú taka hana. En hann er alveg búinn að taka hana svona nákvæmlega Ég meiri segja konuna sem hún sagði það að hann hefði komið í bakarofnin og bakað allar skrúfur og þess aftar þegar var búið að lakka. Þannig að nú er þessi vél svo bara nýjur kassa? Já, hún er það. Já, kannski betri. Úr Hallormsstaðaskógi með langan enn í dag og síðan hefur sungið í sál mér þetta lag. Því okkar liðna ótta var engri nóttu lík og ennþá hún lifir í minningu minni svo mynd úr Allavík og ennþá hún lifir í minningu minni svo mynd úr Allavík. Hvað heldur að verða úr þessu? Já, þetta á að verða hús á bílinn hérna. Já, það er ekkert annað. Þetta á eiginlega að verða það. Þarna er Willys í aðgerð. Já. Hérna er nefnilega Willys í aðgerð. Og það eru búin æðimörg handtökin. Já. Ég er búinn að taka hérna mótor og bremsur og allt það í honum. Og hann var fann að ryðga dálítið mikið og þetta skipti ég hérna og svo er ég í húsinu núna og ég þarf að taka skúfuna og svona. En þetta er nú fljótlegt á þessu. Ég byrjaði að smíða Willys eitthvað svo snemma. Já, hvað kallar þú fljótlegt? Hvað eru mörg dagsverk eftir? Já, það er alltaf gott að eiga við ameríska bíla. Já. Manni hittnar á höndunum líka þó að sé kalt. Maður er einhvern veginn þá er þetta eiginlega það sem maður ólst upp með eins og þessir Willys jeppar. Hann kom hér 46. Já. Pabbi kaupir bíl þá og hann hefur alltaf verið nálægt manni. Nú, þetta var að vetri til sem ég heimsótti Hallbjörn.
En Hjalti Stefánsson, sem hefur unnið með mér að gerð flestra glettuþáttanna í gegnum tíðina, hann heimsótti Hallbjörn að sumarlagi þegar kappinn var að viðra tæki sín. Ég er búinn að vera í svona véladóti sem ég man eftir mér. Og fyrstu minningar náttúrulega frá bílnum sem pabbi átti. Hann var 25 mótor Buick. Náttúrulega jeppinn kemur 46 og hann náttúrulega er mest svona áberandi hér í mörg ár. 54 þá kaupi það minn líka svona traktor til ræktunar. Það var að búnaðarfélaginu hér í Eiðaþinga og þegar íturnar komu þá voru þessi traktor, þetta var V4 og hann var orðinn svona, honum var orðið ofaukið þá, hann var ekki notaður eftir að koma jarðítur og hann var hér í nokkur ár til 57, þá kemur nýr traktor hér. Það var Ferguson 57, Diesel Ferguson. Mér fannst Ferguson alltaf skemmtilegustu vélarnar. En það eru samt vélar hérna sem eru eftir þetta verðar, eins og náttúrulega traktorinn hérna sem Svanur er búinn að gera upp og svo er gamall Fordson Major hérna til sem nú bara í topplagi nema það er ekki farið að mála. Það er málninga sem vantar á marga traktora hérna sem eru komin í lag. Já, það var nú eiginlega ekki fyrr en eftir ég hætti í þessum búskap. Þá fór ég að gera upp bíla og síðan traktora, svona gera við hluti. Þetta er svona rugl. Þegar maður verða eldri þá hefur maður tíma í svona. Ég veit allir ekki bara til þess að skapa sér eitthvað að gera og geta vaknað á morgnana og farið til einhverja verka. Maður þarf að fá yl í fingurnar og það fær maður úr lyklunum og þegar maður fer að skrúfa. Það held ég sé. Ég sé enga, nema þá kannski einhver geymslu hugsun, það getur verið. Það sé eitthvað líka. Einhverjir eiga eftir að koma og skoða þetta einhver tíma. En það virðist vera nóg mönnum til þess að koma hérna og skoða dót, það vantar ekki. Þessi skemma hér, þetta er væntanlega gamalt útihús? Nei, þetta er nú bara gamalt svona bíla skemma, svona. Það má segja kannski þetta sé það allra helgast á staðnum. Já. Það kom einu sinni prestur hér og ég sagði hann að ég myndi verða út í skrúfuhúsi og þá tók hann það sem að ég verði út í skrúfuhúsi. Já. En prestfrúin gat nú sagt hann það, hann hefði nú sagt skrúfuhús en ekki skrúfuhús. Hér er ýmislegt til, hérna er rennibekkur, hér eru skiptilyklar, fastilyklar, borvélar, skrústykki og bara nefndu það. Já, það er allt og það er allt svona heldur úr eldri kantinu. Þetta er ekki nútíma. Já, sumt af þessum lyklum sem eru þarna upp á veggnum að þeir tilheyrðu bílum sem að faðir minn kaupi 1937. Það er sem stitt máltæk hér að gamalt sé gott. Já, það fylgir hún, en þann bíl er nú eiginlega verða búið að gera upp. Já. Þú ert með líka hérna frammi í skemmunni, þar er hérna Chevrolet vörubíl. Já. Þú ert með hann í takkinu líka? 46, já. Og þar er Willi Seppi, sem er náttúrulega upprunalega jeppinn hérna. Hefur þú svona nokkur verkefni í takkinu í einu, þannig að við getum breytt til? Já, ég fer á milli. Maður verður hundleiður á einhverju og brennir sig kannski við að sjóða og þá verður maður reiður og fer í eitthvað annað. Og allavega. Og hefur alltaf jafn gaman að þessu? Já. Ég fer alltaf snemma í þetta mótnana. Nú orðið þessi maður hætti líka búskap og svona. En það er nú ýmislegt sem maður þarf að passa sig á samt. Ég má ekki verið í rafmagni, ég hef komin með auka einhvern batteri til þess að halda mig gangandi, svoleiðis að ég má ekki verða að passa mig. Já.
Eða það segja læknarnir. Já, og færði eitthvað eftir því? Já, ég gleymi því. Ég held það. Segja þá ekki stundum vinir og kunningjar við þig, þetta hlýtur að vera einhver bilun að láta svona vera að sangað sér alls konar dóti og gera þetta upp og gera þetta eins og nýtt? Jú, maður búinn að fá mikið að tala um, jú. Það eru margir sem tala um svoleiðis maður. Það gat nú aldrei verið. Ég á nokkuð marga eftir. Þeir eru hérna hingað og þangað á beit hjá mér. Það er til dæmis eitt hérna gamall við húsgaflinn, er hann ekki eftir þar á Jökuldal? Jú. Þeir eru tveir hérna Jökuldalsbílar. Annar er inni og hinn er úti. Og já, það er nóg að því. Ég man eftir að þessi bílar voru búin að standa lengi í hlaðinu á Hjarðarhaga. Já. Heldur þú að geti gert þá gangfæri aftur? Já, ég er búin að gera, hann er annar orðin gangfær. Og það er allt í lagi, ég þarf bara að koma honum hérna inn þegar ægist hérna og þá ég veit ekki hvað ég gerir mikið fyrir hann en hann verður endilega að komast eiginlega á ball. Af hverju? Já, þetta var bara ballbíl og að því hann var með 6 manna húsi og þetta var náttúrulega bara bíl sem að menn hringdu í Páli Hjarðarhag og hann skuttlaði mennum ýmist norður Þingeyjarsýslu á böll eða eitthvað, það sem böll voru. Eins og reynda faðir minn gerði við þennan gamla Buick sem hann átti hér, 1925 módel. Ég man aðeins eftir því þegar að þessi strákar hér í sveitinni komu til þess að hjálpa honum að setja bodyið á bílinn og svo var farið á ball. En Páll er genginn, þannig að það verður einhver annar að setjast undir stýri þegar þú verður búin að gera hann upp. Það verða nógir til þess að fara á ball. En það er ekki spurning. En er þetta samt ekki, þó þetta sé kannski ákveðin bílun, er þetta samt ekki afskaplega mikilvægt fyrir þig að hafa þetta til að hverfa að? Jú, ég er að verða 75 ára og hérna, þetta er ágætt að geta gaufa í þessu. Svo eru hérna gamlir svona, það alltaf 8 ræðum köllum sem að hjálpa mér í þessu. Þannig að þið setjist saman spekkingarnir og spekulerið. Já, þetta er svona félagsheimili eins og sér, það er hérna nóg að gera. Já. Það hlýtur að vera mikilvægt í ellinni að hafa svona afdrett til þess að dunda við að slípa sína demanta eins og ég sagði við Sigurð. Þetta er alveg satt og ekki það er gaman að koma út í við kallum það dúmuna úti. Hún er rússnesk sem Siggi fékk sér frá Rússlandi og það er gaman að koma þar inn til hans. Þetta er heilmikið félagsheimili hérna. Ég var mörg ár á vélsmiðjunni Stál á Seyðisfirði á síldarárunum. Það var mikið alltaf að gera þá því að þá voru norsku skipin þar og ensku togararnir á veturnar alltaf. Og maður fékk nóg að gera, nótt og dag. Og það var yfirleitt unnið fyrir þessar norsku báta, það var oftast unnið mest fyrir þá nóttunum því að það var svo mikið að gera. Og ensku skipin kom alltaf á veturnar, það var leiðinlegt að vera í þessum togurum, það var erfið vinna. Það er svo margt að minnast á frá morgni æsku ljósum vorið hló við barnsins brá og bjó sig skart af rósum. Við ættum geta eina nátt varðanda látið drauma dalinn ljúf í austurátt. Þar átti mamma heima.
þessi jeppi hérna 46, hann var náttúrulega byrjað á því að þegar hann kom að hérna, það var nú byrjað á því að saga stöngin á sláttuvélinni. Ég man alveg eftir því mér þótti það ágætt að losa hestana frá því. Mér fannst það reglulega skemmtilegt að sitja þarna inni og þegar var farið að slá með jeppanum með hesta sláttuvél. Þessi sláttuvél kemur ekki fyrir 53 líklegast. Ég var náttúrulega ekki gamall, kannski 9 ára eða eitthvað svoleiðis, en mér fannst það dálítið furðulegt að mamma var látin keyra og pabbi sat aftur á sláttuvélinni. Mér fannst einhvern veginn að kvenfólk ætti ekki að stýra bílum. En ég veit það ekki, ég fekk fljótt að stýra. Traktorinn tók hann náttúrulega við 57, þá náttúrulega alfarið, þá öllu lagt nema, jeppi var náttúrulega notaði heyskap eftir það. Ég hugsa að hann hafi ekki verið tekinn frá svona ýmsum eins og múavélum og svona fyrir bara 1970. Ég geti alveg trúað því. Þótt löngu séu liðnir hjá, þeir ljúfu fögru morgnar, þá lifnar yfir öldús brá, ómaraddir horfnar. Það var giktin, hún ætlar alveg að drepa mann á nóttunum og þá fór ég í þennan gamla Ford þarna að smíða hann. Ég gerði það yfirleitt á nóttunum. Ég var búinn að, þegar ég sótti þetta dót, ég man ekki, þetta 80 og eitthvað, 89, að þá var ég búinn að ákveða það að vera alltaf með honum 2 tíma á dag. Fordinum? Já, Fordinum. Og ég stóð nú held í mestuleyti við það, en það var ekki á daginn heldur, var það kannski 4 tímar á nóttunum sem ég var með hann. Og þetta gekk. Var betra að dunda við Fordin heldur en að kveljast að giktin inn í rúm? Já, það var mikill munur. Þá glemdi maður vesöldinni. Hefur hugmyndu hvað liggja mörg dagsverk í þessum Ford? Nei, en ég held ég hafi verið 6 ár að gaufast í honum. Þannig að menn þurfa bæði að vera þolinmóðir og þrjóskir til að leggja þetta fyrir sig. Já. Ég á nú hlutina úr honum í pokum einhvers staðar. Ég hendi engu og ekki ónýta reiðruslinu heldur. Þú hendir engu sem sé? Nei, ég geri það nú ekki. Það nú bara, maður verður að reyna að passa sig á því. Hver endur minning svo hlý að yljar köldu hjarta. Hver saga forn saga ný sólskins daga bjarta. Nú, þá verða ekki fleiri glettur í dag. Ég þakka ykkur fyrir samfylgdina. Sjáumst aftur í næstu viku. Bless á meðan.